Skulum búa okkur til dæmi sem þannig að f af x tekur endapunkta. Þannig að það varpist í það sama í endapunktunum. Nú setja einhverju tölur hér a og einhverju tölur hér b og búum okkur til eitthvað fall sem fyrir þessi skilyrði og við skulum síðan prófa setninguna. Þetta ykkur eitthvað í hug. Getum við ekki búið til eitthvað dæmi segjum bara komið með einhverju tölur fyrir vinstri endapunkt. -1. -1, það góð tala. Og fyrir hægri endapunkt. 3. 3, ekki var það nú verra. Þá getum við alltaf gert 1. Látum þetta bara vera núllstöðar. X plus 1 sinnum x minus 3. Nú alveg öruggt að koma út 0. Ef við stingum -1 hér inn, það kemur 0. Hér kemur ekki 0, en við stingum 3 inn, það kemur 0 hér, en ekki hér. En það kemur alltaf út 0. En við viljum ekki þetta sé algjörlega augljóst. Komið nú með eitthvað fallegan fasta. Einhverja uppáhaldstölu? 7. Það var lagið. 7. Þannig að fallið sem við fáum í hendurnar kannski fyrir hér. Fallið sem við fáum í hendurnar kannski svona, það bara búið að fela það. Mínus hvað? 2x plus 4. Svona. Og sem að prófa úr þessu sýnir ekki. Hann sýnir bara þetta hérna fall, sko. Nú skulum við búa til dæmi og segja sýnið að fallið f uppfylli öll skilyrði fyrir setningu og rolli og finnið c á innmenginu þannig að afleiðan sé 0. Hvað séum við það? Við byggum okkur til fall sem að virkar bara fyrir setningu og rolli. Þá skulum við setja upp spurningana. Dæmi. Gefið fall sýnið að fallið uppfylli allar forsendur. Það var ef þarna líka viðbóta forsenda fyrir setningu og rolli. Það kemur úr þýsku að tala setningar í staðinn fyrir reglur, sats, setningu og rolli. Það var nú ekki amast við þessu. Finnið x jafnt c á innmenginu sem þannig að þegar maður tekur afleiðuna í c þá kom út 0. Og þá þurfum við að fara í gegnum það. Hver eru skilyrðin, hver eru forsendur fyrir því að mega nota setningu og rolli? 1. Sem bara lausn. Fallið verður að vera samfellt. Sem bara 1. F sé samfellt á formenginu. Það á hreinu? Já. Margliða. Af því að Þetta margliða. Það var svarið. Þetta margliða. Sko, maður hugsar x-ið sem frumbreytan. Það má toga í hana eins og maður vill. Hún samfelld. Það sem samfellt í öðru veldi líka samfellt. Þrisvar eitthvað sem samfellt samfellt. Eitthvað sem samfellt í eldaveldi samfellt. Það svona hugmyndin. Og x náttúrulega, x rennir sér hér frá -1 upp í 3. Samfellt, þar með það hér allt samfellt. Þá segjum við bara já, því f margliða. 2. F deildanlegt. Við verðum að setja líka á innmenginu, interior. Það næst aðeins þessu orðfæri. Það deildanlegt á innmenginu? Það að koma frá þar. Það hlýtur að vera. Það ekki nóg. Hvernig rökstuðum? Já. Já,
Ég ætla að skrifa já. En, nei, hvað fylgir síðan jáinu? Af hverju? Af því það er samfellt, af því að það er margliða. Af því að afleiðan er margliða. Það er ekki það ef maður deilda margliðu, þá fær maður margliðu. Alveg þangur til, svo getur maður deilda og deilda, þangur maður fær 0. Og 0-fallið er samfellt. Við erum bara að æfa okkur í þessari hugsun. 2. Fínt er. 3 er f af a sama og f af b. Já, en við verðum að reikna. F í, mínus 1 er, erum við ekki að þykjast vita þetta. Við vitum að það kemur út 7. Alltaf setjum mínus 1-in, 1 pluss 2 pluss 4 eru 7. Já. Og hinn talan var 3. Og þá var ekki örugglega 7. 3 eru 9. Mínus 6, það eru 3, konir, pluss 4 er 7. Já, passar. Það getur bara gert það svona. Þá eru komið allt sem við þurfum. Þá eru komið allt sem við þurfum. Og við vitum reynda nákvæmlega hvernig fallið lítur út. Hérna settum við 0 stöð, það var mínus 1 og svo er 7 hér eitthvað staðar. Við vorum með 0 stöð fyrst, svo lyftum við öllu upp í hæðina 7. Bara smíðum þetta þannig. Og sjáum að þetta er brosandi fleirbogi. Og hann lítur einhvern veginn svona út. Svona. Getum við séð, að við erum að æfa okkur, getum við séð hvort hann skeri x-ásinn. Getum við tekka á því með stuttu prófi. Hvað gerum við þá? Finnum 0 stöð. Já, hvað er ennþá fljótlegra? Alveg rétt. Hvað er fljótlegast af öllu? Þess að athuga bara hvort að hann skeri x-ásinn eða hafi 0 stöð. Ég reikna D. Akkurat. D er B er mínus 4c, þá fáum við mínus 2 er 4, mínus 4 sinnum AC, 4 sinnum 1 sinnum 4. Hvað fáum við hérna? 4 mínus 16, mínus 12, það er minna 0. Hvað þýðir það? Það þýðir það ef að aðgreinir fyrir fleirbúa er mínus 12. Þá sker hann það væntanlega ekki að hann, Þá sker hann ekki. Hann nær aldrei upp í 0-punktinn. Eða x-ásinn segi. Já, hann fer ekki niður hér. Einmitt. Þannig að þessi mynd sem við teiknum er einhvern veginn x jöru mínus 2x pluss 4. D er minni 0, engin 0 stöð. Það er að segja engin 0 stöð á x-ásnum. En við vitum það reyndar, og við megum kannski ekki tala það nema bara ekki upp á þetta. Að hérna upp úr blaðinu er annar ás, þverásinn. Þar eru 0 stöðar, sem sagt það er bindtölunar. En við erum víst ekki að rannsaka það núna. Þá er þetta komið. Við erum búin að sýna, þetta er gátlisti sem maður setur upp. Þið þurfum ekki að númeran, frekar yfir liðin, það getur vel verið. En þetta eru þessi 3 skilyrði sem þarf að athuga hvort maður megi nota almennt reglur. Maður venur sig á svona vinnubrögð. Er ég með eitthvað sem uppfyllir einhver skilyrði eða forsendur fyrir reglu eða setningu sem ég ætla að nota? Ég verð að tekka á því. Ég verð að æfa mig að færa rök fyrir því að ég megi nota þessa reglu. Ég megi nota þetta dót úr verkfæratöskunni. Við tölum bara svona. Hvað get ég þá sagt? Fallið f sem er skilgreint frá mínus 1 upp í 3 og þetta er raungilt fall. Gefið með formúlunni f af x er x jöru mínus 2x pluss 4 uppfyllir öll skilyrði fyrir því að mega nota setningu þá er til tala C á innmenginu þannig að
F merkt í C verði 0. Við vitum samt eiginlega alveg hvað tala það er. Hún hlýtur að vera mitt á milli 7 og -1. Á samhverfu ástæðum eða ekki. Þetta er samhverfu ásinn. Það hlýtur að vera hann. Hlýtur að vera sko 7 plus -1 deilt með 2. Það er ekki bara 3. Meðaltalið að 7 minus 1. En við vonum því að sé 3. Já. 0. Og deildum fallið. Við fáum 2x minus 2. Og ég nota þetta oft til að segja þetta á að vera 0. Ég nota þetta tákn líka til þess að gera greinarmun á vinstri hlið og hægri hlið þegar maður er að reikna. Bíddu nú við. Verður þetta ekki 3? Hvenær er þetta satt? Þetta er réttur skrifað hjá mér. X í stöð og 7 núllstöðarnir er 1. 1 og 3. Hvaða rugl er þetta? Hver sagði 7? Já. Það mun vist hafa verið ég. Nei, það var ég. Meðaltalið af 3 og -1. Það er 1. 3 plus -1 eru 2. Deilt með 2 er 1. Nú passar þetta allt saman. Er það ekki sammála því? X sem er séð verður að vera 1. Ja, það passar. Er það ekki? Svoleiðis að er þetta hágildi eða lággildi? Þá prófa maður. Ef ég set 1 inn í formúluna. Formúlan er x í öðru minus 2 plus 1. Ég bara athuga hvort þetta sé hærra eða lægra heldur en það sem ég veit. Það er að segja fallgildin í endapunktunum, þá er 7. Þannig ég set sko 1 í annarveldi. Ég þykist ekki vita að þetta er fleipói annað. Ég er að reikna blind. 4 sinnum 1 plus 4. Það fáið 4, 5 minus 2. Þetta er 3. Þetta er minna heldur en f af 1 til dæmis. Þetta er útgildi og þetta er greinilega ekki hæsta gildið og þá kemur bara 1 í greina. Þetta er lægsta gildið. Og þá segjum við punkturinn 1,3 við getum sagt botnpunktur. Af því þetta er fleipói, botnpunktur. Þannig vorum við bara að æfa okkur að nota setningur á því.